Ég var semst beðinn að koma hérna í hús og renna yfir svona helstu atriði í samningunum og vona að heyrist vel í mér. Ég heiti semst Kristján Þórður og búinn að vera talsmaður Samflóts iðnaðarmanna, annar varaforsti og formaður Rafiðnaðarsambandsins, ef þið þekkið mig ekki. En hérna rennum aðeins yfir þetta. Til þess að byrja á að þá erum við að gera samning sem að tekur mið af því sem var gert hjá öðrum félögum innan ASÍ varðandi svona almennar launahækkanir. Samningurinn gildir frá 1. apríl 2019 og við fáum eingreiðslu inn í samningin upp á 26.000 krónur eins og hjá öðrum. Almennar launahækkanir eru þarna eins og kemur fram á glærunum 17.000 krónur, 18.000 krónur, 15.750 árið 21 og síðan á síðast árið 2022 að þá 17.250 eða samtals 68.000 krónur á samningstímanum. Það sem að þessir kjarasamningar fela í sér að það sem sagt það verið að hækka laun þeirra lægst launuðu sérstaklega og ég fer betri við þá eftir í hvaða formi það en það semst verið að lyfta töxtum iðnaðarmanna sérstaklega. Við erum að stytta vinnutíma iðnaðarmanna og það svona megin þemað sem að við vildum ná fram í þessu líka að ná fram raunverulega styttingu á vinnutíma iðnaðarmanna og við erum að ná því að töluverðu leyti eins og ég kannski fer yfir á eftir. Við erum að gera mikla breytingu á vinnutímanum hjá okkur, hvað varðar semst það að taka upp virkan vinnutíma sem grundvöll til útreikninga. Við erum að breyta formi yfirvinnugreiðslna hjá okkur, þannig að við erum að taka upp yfirvinnu 1 og yfirvinnu 2 og yfirvinna 1 yfirvinna sem að má greiða af fyrstu 17,33 klukkustundum á meðal mánuði meðað við fullt starf en yfirvinna 2 greiðist af allri yfirvinnu sem umfram 177,33 klukkustundur á mánuði og þetta ígildi sem sagt 17,33, þetta ígildi þess að vera með 4 yfirvinnutíma á hverri viku, sem sagt 16 tíma á 4 vikna tímabili og það uppreiknað upp í þessa tölu í meðalmánuði. Yfirvinna 2 refsi álag á yfirvinnu og vegna óhóflegrar vinnu. Þannig að okkar markmið annars vegar að ná fram styttingu á vinnutíma iðnaðarmanna, bæði dagvinnutímastyttingu, en ekki síður að annars vegar að reyna að draga úr heildarvinnutíma til þess að létta undir og svona auka gæði fólks á vinnumarkaði. Við viljum semst annarkvort að heildarvinnutími styttist hjá fólki eða þá að starfsmenn fái vel borgað fyrir þá óhóflegu vinnu sem að unnin Stórhátíðarálag það helst óbreytt og það ekki verið að hrófla við því neitt. Það ljóst að með þeim kjarasamningum sem voru undirritaðir á almennu vinnumarkaði í byrjun apríl að þá var lögð föst lína varðandi launahækkanir almennt en við erum að hækka taxta hjá okkur, byrjandi að taxta erum að hækka þá að lágmarki 90.000 krónur á samningstímanum. Hjá okkur erum við jafnframt að fækka launatöxtum og það þýðir það að með einfaldara kerfi að þá sveinataxti hjá okkur, lágmarkslaun sveina hækka rúmar 114.000 krónur á samningstímanum. Með upptöku virks vinnutíma að þá erum við að fara að greiða fyrir í raun og veru 160 klukkustundir að meðaltali á mánuði og samhliða því það veldur í raun og veru sérstaklega hækkun á dagvinnutímanum. Þannig að dagvinnutímaeiningin að hækka 8,33% vegna þeirrar breytingar. Dagvinnutímabilið, það helst óbreytt, þannig að við erum ekki að gera breytingar á dagvinnutímabilinu sem slíku. Það stendur óbreytt í kjarasamningum sem hefur verið að undanförnu. Og vaktavinna og bakvaktir, það álög sem reiknuð út frá dagvinnustundinni
og það þá þau álög eru samhliða þessu að hækka 8,33% á greidda stund. Mánaðarlaun hins vegar fyrir dagvinnu, þau haldast í raun og veru óbreytt vegna þessara breytinga sem slíkra, en taka síðan auðvitað eðlilega launahækkunum á samningstímanum. Iðnaðarmenn, þeir eru að hækka 90.000 krónur á samningstímanum og hækkun þar hlutfallslega frá 32,4% upp í 36,8% á samningstímanum. Við erum með inn í samningunum hjá okkur hagvaxtaraukann, þannig að þið þekkið það svo sem að hagvaxtarauki, ef að hagvöxtur á mann fer upp fyrir 1–3% þá getur það skilað annars vegar taxtahækkunum alltaf 13.000 krónur á mánuði semst ef þetta fer yfir 3%. En síðan almenn hækkun getur hækkað samhliða þessu líka og það hlutfallslega breyting þar. Ef við förum aðeins yfir hliðrun á launatöflum eða semst á lágmarkslaunum iðnaðarmanna, þá sjáum við hérna að við erum að fella út taxta og samræma þetta á samningstímanum og hliðrunin verður þannig að grunnlaun sveins sem þið sjáum þarna að fara semst úr 365.000 krónum upp í 479.000 krónur í lok samningstímans. Og þarna þýðir að það verður í raun og veru ein tala sem verða lágmarkslaun fyrir iðnaðarmenn á landinu og þó svo að þarna standi, já það reyndar ég átti eftir að uppfæra glæruna, að þetta semst taxtinn sem gildir fyrir þá iðnaðarmenn sem eru á þessum launum, eða semst iðnaðarmenn með 5 ára sveinspróf og meistararéttindi, þeir eru að hækka úr 406 og upp í 500.000 í lok samningstímans og iðnfræðingar taka sambærilegum hækkunum. Það verið að einfalda taxtana þarna eins og sést og þetta sést kannski betur hérna. Það ætla ekki að staldra lengi við þar. Þannig að þetta þýðir að einstaklingur sem að fá greitt samkvæmt 2 ára fagnámi, hann að hækka 90.000 krónur á samningstímanum, 3 ára starfsnám, hækkar 97.000 krónur, sveinn í iðngreinum, hann að hækka 114.000 krónur, 693 eða 31,4%, meistararéttindi og iðnfræðingur hækkar 117.000 krónur. Þetta eru þær breytingar sem eru á lágmarkslaunum iðnaðarmanna á samningstímanum. Við erum með hagvaxtatengdar launahækkanir og það sambærilegt eins og ég sagði áðan, eins og hjá öðrum. Ef að hagvöxtur á mann verður yfir 3%, þá getur það aukið taxtahækkun upp á 13.000 krónur, en almenn hækkun yrði þá 9.750 krónur. Og ef að hagvöxtur auki á mann 1–1,5%, þá getur þetta skila 3.000 krónum á taxta eða 2.250 í almenna hækkun og þá bætist það við þá hækkun sem hefur verið samið. Og þetta kæmi þá til áhrifa 1. maí árin 2020, 2021 og 2022 og 2023. Nei, ekki 2023. Já. Síðan hérna varðandi breytingar á deilitölu, að það auðvitað það sem svona stóra málið í þessu hjá okkur líka, að 1. apríl 2020 að þá eru deilitölur að breytast úr því að vera 173,33 fyrir meðal mánuð niður í að fara í 160 klukkustundir á mánuði. Eins og ég sagði áðan að þá þetta að hækka dagvinnulaunin 8,33%, en ítrekkaða mánaðarlaunin þau haldast óbreytt bara vegna þessara breytingar, taka auðvitað annarri launahækkun. En samhliða þessu að 1. apríl 2020 þá erum við að taka þá upp líka nýjar yfirvinnuprósentur og yfirvinna 1 á árinu 2020 fyrir upp í 1,02% af mánaðarlaunum og yfirvinna 2 fyrir 1,10% og þetta það sem við köllum refsiálag í yfirvinni. Semst 1. janúar 2021 hins vegar þá tekum við annað skref og þar fer yfirvinna 1 í 1% af mánaðarlaunum, en yfirvinna 2 verður þá 1,15%. Og ef við skoðum hvaða raunverulega áhrif þetta eru að árið 2021, þá yfirvinna 1 73,3% miðað við deilitölu sem við erum að nota í dag, en í samræmi við deilitöluna 160, þá þetta 60% álag á dagvinnukaupið, en yfirvinna 2
hún í raun og veru 99,3% miðað við núverandi deilitölu. Yrði 84% á álag á dagvinnutímann í nýju kerfi. Frá 1. apríl 2020, þegar að ný deilitala komin, að þá geta vissulega, og það getur alveg gerst fyrr, að þá geta starfsmenn og fyrirtæki stytt vinnutíma á vinnustað niður í 36 klukkustundir á viku með samkomulagi sín á milli. Þá þarf meiri hluti starfsmanna að samþykkja slíkt. Þarna erum við að tala breytingu á vinnutíma í tengslu við kaffitímana eins og þið þekkið. En það sem að þarna getur, það bara þannig að fyrirtækin geta stoppað þetta. Ef að fyrirtæki vill ekki stytta þetta, og þá geta þeir komið í veg fyrir það. Það þarf meiri hluta starfsmanna til þess að samþykkja það að sleppa kaffitímanum. Og með upptöku á nýrri deilitölu 160, þá hefur það ekki áhrif á kaffitímana, eingöngu. Það mun þurfa að taka sérstaka ákvörðun á hverjum vinnustað fyrir sig að hætta að taka kaffitíma og þá styttist vinnutíminn niður í 36 stundir á viku í staðinn fyrir 37 eins og með 160 deilitölu. Þannig að ákvörðun að fella niður kaffitímana, það þarf að gera það innan hvers fyrirtækis. Það eins og ég segi, hins vegar ef að fyrirtækin vilja ekki fara í þessa styttingu, að þá geta starfsmenn, iðnaðarmenn, þeir geta einhliða stytt vinnutíman og þá fellt út kaffihléin og þá verður vinnutími á viku 36 klukkustundir og 15 mínútur. Þannig að þarna raunveruleg stytting upp á 3 klukkustundir og 45 mínútur á viku. Þar af raunveruleg stytting 50 mínútur sem bara hrein stytting og auk þess verið að fella niður kaffitímana sem 2 klukkutímar og 55 mínútur. Þetta þarf að gera þá í svokölluðum stöðluðum valkvæðum fyrirtækjaþætti. Og það sama þarna, þetta þarf að gerast með atkvæðagreiðslu, með vilja meiri hluta félagsmanna á hverjum vinnustað fyrir sig og þá verður vinnudagurinn 7 klukkustundir og 15 mínútur. Megin markmið okkar eins og ég sagði áðan að ná að stytta vinnutíman, stytta viðveru á vinnustað og uppleggi en það verði samt sem áður að fá fram vilja hvers vinnustaður fyrir sig og starfsmanna á viðkomandi vinnustað. Þið þekkið þessar glærur, þetta það sem búið að vera að kynna að undanförnu. En aðeins til að útfæra þetta þá hægt að fara ýmsar leiðir í slíkri styttingu ef að menn sleppa kaffitímanum, ef að vilji fyrir því á hverjum vinnustað fyrir sig. Að þetta getur þýtt annars vegar styttri vinnudag hvern einasta dag og þá styttingin getur hún verið til dæmis 47 mínútur. Menn geta ákveðið að stytta vinnuvikuna, taka þá hálfan dag í frí. Menn geta safnað þessu saman og tekið frí annarkvært föstudag og síðan útfærsla hérna og vera að hnykkja því að ef að vinnuvélastjórnar hraða eða aðstæður á vinnustað séu þannig að það sé ekki hægt að sleppa kaffilífum alveg, að þá hægt að útfæra hins vegar hvíldarhlé á hverjum vinnustað eftir þörfum aðstæðum. Dæmi óbreytt fyrirkomulagi, ég ætla bara að skauta til að hrætti við þetta, þið þekkið þetta nokkurn veginn en það verið að hnykkja því hvernig stytting getur orðið með því að stytta hvern vinnudag fyrir sig, taka út neysluhliðin og þá kemur viðbóta stytting upp á 12 mínútur á dag og þá menn annarkvort stytta viðveru á vinnustað, fara fyrr heim eða þá að fara fyrr á yfirvinnu. Síðan hægt að safna þessu saman upp og taka hálfan frídaga í vikunni eða eins og hérna kemur fram að taka þá frí annarkvært föstudag eða einn dag í viku, aðra hverja viku. Og síðan eins og ég nefndi áðan varðandi hvíldarhlé, það ekki hægt á öllum stöðum að sleppa neyslu eða hvíldarhléum alveg og það getur verið til dæmis í vinnustöðum þar sem þarf að fara bara og fá hvíld, að þá getur hver vinnustaður fyrir sig útfært slík hvíldarhlé í slíkum samningi. Það ekki búið að tímasetja slík hvíldarhlé en það sett svolítið í hendurnar á hverjum vinnustað fyrir sig að útfæra það. Aðeins varðandi yfirvinnu og þetta refsiálag.
Yfirvinna 1 eins og ég sagði áðan gildir fyrstu 17,33 klukkustundirnar á launatímabili eða mánuði að meðaltali. Yfirvinna 2, þetta refsiálag, það greiðist fyrir vinnu sem umfram 173,33 á launatímabili eða mánuði. Yfirvinna 2 greiðist alltaf á nóttunni, alltaf frá 00 til 06. Þannig að ef að starfsmenn að vinna að næturlagi, að þá alltaf greidd yfirvinna 2. Verði vinnutími styttur í 156 klukkustundir með fyrirtækjaþætti að þá lækkar þessi mörk niður í 173,33 klukkustundir á mánuði. Síðan hérna fjallað aðeins það útfærslun á þessu, hvernig á að tækla þessa yfirvinnu 1 og 2 og mörkin á því. Þannig að starfsmaður í fullu starfi sem skilar 37 klukkustundir dagvinnu að meðaltali á viku eða mánuði. Þá yfirvinna 1 greidd fyrstu 4 klukkustundir á viku að jafnaði eða 17,33 klukkustundir á mánuði. Og yfirvinna 2 síðan greidd fyrir yfirvinnu umfram það. Ef starfsmaður skilar ekki fullir dagvinnu vegna vinnuskipulags eða fjarvista miðað við yfirvinna 2 sé greidd þegar starfsmaður hefur skilað 41 klukkustund á viku að meðaltali eða 177,33 klukkustundir miðað við meðalmánuð. Dagvinnustundir á sérstökum frídögum í orlofi, veikindatilvikum eða launaleyfi, eða semst lögmætar fjarvistir, teljast þó sem hluti af þessari vinnuskyldu. Þannig að menn þurfa ekki að fara að vinna það af sér eitthvað sérstaklega ef þeir taka til dæmis ólaunað frí. Óunnin yfirvinna eða vinna sem greidd eða skerðing á hvíldartíma, að slíkir yfirvinnutímar teljast ekki til tíma sem safnast upp og veita rétt til greiðslu yfirvinnu 2 en þeir greiðast að sjálfsögðu á því álagi sem í gildi á þeim tímapunkti. Þarna getur verið að tala yfirvinnu vegna til dæmis hvíldartíma eins og ég segi. Ég ætla að skauta tiltölulega hratt yfir 4 dæmi sem sýna hvað áhrif þetta getur haft að taka upp nýja deilitölu. Hérna erum við að sýna dæmi árið 2020 þar sem að við erum með efst á skjánum mánaðarlaun. Þetta eru einstaklingur, meðalmaðurinn eða svo sem með 500.000 krónur á mánuði. Hann að vinna 15 klukkustundir í yfirvinnu. Dagvinnutíminn í dag miðað við deilitöluna 173 2885 og þið sjáu síðan hérna neðar á skjánum dagvinnutími miðað við deilitölu 160 að þá fer það í dagvinnutíminn í 3125, 8,33% hækkun. En yfirvinna 1, eða semst yfirvinnugjaldið í dag var í 5.193 krónur. Yfirvinna 1 getur í þeim tilvikum þar sem að yfirvinna unnin undir 17 stundum á mánuði, þá getur þetta lækkað greiðsluna 1600 krónur á mánuði, en ef menn vinna meira þá getur þetta hækkað launin nokkuð. Þið sjáu yfirvinna 2 samkvæmt þessu dæmi væri 5.500 krónur en í dag þetta 5.193. Þannig að það hækkun þarna. Tökum síðan annað dæmi og hérna erum við með einstakling sem á sömu launum á áðan, vinnur hins vegar 25 yfirvinnustundir á mánuði og þá hann fann að njóta ávinnings af því að taka upp yfirvinnu 2 og ávinningur verður að sjálfsögðu meiri eftir því sem að lengri vinnudagur unnin. Árið 2021, ef að starfsmenn hins vegar taka upp það að sleppa kaffihléum og fara með deilitölu niður í 156, sem 36 stundir á viku í vinnu, einstaklingur með 500.000 kall á mánuði, sama dæmið, þessi einstaklingur vinnur enga yfirvinnu, hann í 0 klukkustundum og þið sjáu það að launin, mánaðarlaunin haldast óbreytt þrátt fyrir þetta, með 500.000 kall í dag og væri með 500.000 kall eftir breytingu. En þið sjáu það neðst á myndinni að vinnutímabreytingin, þannig hann að stytta viðveru á vinnustað 10%. Heldur samt sem áður sömu launum. Og þetta auðvitað gríðarlegur ávinningur fyrir starfsfólk og það það sem við erum að vinna með að ná þessari styttingu á viðveru á vinnustöðum. Hins vegar tökum síðan dæmi ef að sami starfsmaður væri með 500.000 krónur á mánuði, hafi unnið 25 klukkustundir í yfirvinnu í gamla kerfinu og gefum okkur að hann væri með sömu viðveru á vinnustað yfir 1 mánuð. Þannig að sama viðvera, sami
tímamörk á hverjum degi og þú varst að vinna 25 klukkustundir í yfirvinnu, 173 í dagvinnu eða 198 klukkustundir á heildarmánuði. Með því að vera með 156 í deilitölu í dagvinnu, eða semst unna stundir í dagvinnu á mánuði, þá væri þetta að segja okkur að hann væri með 42,33 tíma í yfirvinnu á sama mánuði og skilaði þar leiðandi 198 klukkustundum í þeim mánuði. Þið sjáuð ávinningin af þessu að í gamla kerfinu væri hann að fá 629 krónur en í nýju kerfi með sömu viðveru í einu mánuði væri launin farin í 725.000 krónur. Þannig að viðkomandi væri að hækka 96.000 krónur á slíkum mánuði. En ég ítreka að markmiðið hins vegar að ná að stytta vinnuvökuna og stytta heildar vinnutíma manna, en það ekki alltaf sem að það hægt og ef að það ekki hægt þá mun þetta skila sér í töluvert aukningu og meiri tekjum til félagsmanna, þeirra starfsmanna sem að væri í þeirri stöðu að vinna jafn marga heildar vinnutíma á mánuði. Og síðan eru komin dæmi hérna 2021, deilitala 156, ekki teknir kafftímar eins og áðan, sama viðver á vinnustað og þarna yfirvinna 2 búin að hækka, yfirvinna 1 búin að lækka niður í 1% og þarna sjáum við ávinningin upp á 100.000 krónur rúmlega á mánuði ef að viðkomandi hefur sömu viðveru á vinnustað í einu mánuði. Berum 2 mánuði saman, 198 tímar í vinnu, 1 mánuð, að þá myndi þetta hafa þessi áhrif. Við erum að taka upp nýtt launakerfi í samningana hjá okkur og samhliða því að fella út og einfalda taxtana að þá munum við búa til þennan ramma sem að tekur á starfstengdum þáttum, hlutverki, ábyrgð og sjálfstæði starfsmanna. Við erum að taka á einstaklingsbundnum þáttum, menntun, reynslu og þekkingu og almennir hæfniþættir og við ætlum að vinna að gerð svona launakerfis fyrir árslok 2019 og þetta munum við síðan innleiða og kynna á árinu 2020 eins og væntanlega flest félög innan ASÍ og þarna teljum við gríðarleg sóknarfæri fyrir okkar fólk. Ég veit að tíminn fer að vera naumur hjá mér, þannig að ég ætla að fara hratt yfir þetta. Kauptryggingin, hún inni hjá okkur eins og annars staðar. Orlofs- og DS-uppbætur eru að hækka með sama hætti og hjá öðrum félögum og eingreiðslan kemur í maí 2019 upp á 26.000 krónur hjá okkur. Og nú náttúrulega atkvæðagreiðslan ekki hafin og ekki búið að samþykkja samningana, en þetta myndi greiðast út að því loknu ef að samningar verða samþykktir hjá okkur. Við erum að gera breytingar á bakvaktarákvæðum hjá iðnaðarmönnum og það verið að skilgreina betri viðbragðstíma. Það má greiða semst 33% álag á dagvinnustundina og á að gera það ef að starfsmenn þurfa að bregðast við útköllum innan klukkustundar. Ef að starfsmenn geta verið sinnt útkalli innan 2 klukkutíma að þá má greiða 25% álagið en ef viðbragðstíminn getur verið á milli 2 og 4 klukkustunda að þá heimilt að greiða 16,5% fyrir það. En fyrir bakvætt á helgidögum, öðrum en sunnudögum og stórhátíðardögum greiðist 50% hærra bakvættarálag en samkvæmt því sem kemur fram þarna ofan. Þannig að 50% álag á 33% eru 50%, ofan á 25% eru 38% og ofan á 16,5% eru 25% álag. Þannig að, og bakvaktir við erum að taka breytingu á því að það þarf að boða til bakvakta með 10 daga fyrirvara og bakvaktaskrá þarf að liggja, skal ekki, að öllu jöfnu ekki gilda í skemmri tíma en 2 vikur. Við erum að taka upp ákvæði þjónustu utan bakvakta, sökum þess að töluvert mikið það hjá iðnaðarmönnum að það verið að hringja í þá utan vinnutíma og leita aðstoðar eða ráðlegginga og það skal taka semjum þóknun vegna slíks ónæðis sem að því hlýst og það verið að tilgreina ákveðna þætti sem að þurfa að liggja til grundvallar slíku en þetta eitthvað sem að þarf að gera hjá hverjum einum starfsmanni. Ónæði vegna síma, orlofsávinnsla, við erum að bæta inn einum orlofsdegi til viðbótar, það farið í 28 virkadaga hjá þeim sem að hafa unnið í 10 ára starfsgrein og svo hækkun tekur gildi 1. maí 2021
og þetta viðbót við það sem við höfum síðan annars staðar. Þetta, auðvitað, þau félög sem höfðu ríkari rétt, þau eru bara með ríkari rétt áfram. Veikindi barna kemur inn hjá okkur líka og við erum að taka upp uppfært ákvæði námskeið. Við erum að skilgreina verkefni trúnaðarmanna eins og þið þekkið úr fleiri samningum, bókunarvernd þeirra sem gegna trúnaðarstörfum fyrir stéttarfélag og fleiri ákvæði. Og þessi mynd enda sést afskaplega illa, þannig að ég ætla bara að hoppa yfir það. Við erum með forsendu ákvæði í samningunum september 2020, september 2021, þar sem að til grundvallar liggur kaupmáttur launa samkvæmt vísitölu Hagstofunnar að vextir lækki verulega og yfirlýsingar stjórnvalda eru hluti af þeim forsendu ákvæðum. Við erum með launaþróunartrygginguna sem kemur inn 1. maí ár hvert ef að launaskrið á almennu vinnumarkaði verður meira en hækkun á töxtunum. Og aðeins varðandi atkvæðagreiðslur, að atkvæðagreiðslur iðnaðarmannafélagana munu hefjast föstudaginn 10. maí klukkan 12. Þetta verða rafrænar atkvæðagreiðslur og það verður hægt að komast inn á þær af heimasíðum hvers félags fyrir sig. Þetta eru sjálfstæðar atkvæðagreiðslur hjá hverju félagi sem í aðilar að þessu. RSI með atkvæðagreiðslu, VFM með atkvæðagreiðslu, Matvís, Grafía, Samiðn með atkvæðagreiðslur, þannig að þið verða að kynna ykkur þetta hjá hverju félagi fyrir sig. Innskráningar eru með ísleiklega rafrænu skilríkjum og atkvæðagreiðslu mun ljúka mánudaginn 21. maí. Ég minnir að það sé reynda þriðjudagur 21. maí.